Upprifjun á nokkrum hugtökum sem koma fyrir í verkefnum í málefru á þriðja þrepi, orðhlutar, málshættir og orðatiltæki. Örstutt upprifjun orðhluta. Rót er ómissandi hluti allra orða. Það er sá hluti orðsins sem geymir merkingu orðsins. Rótin er alltaf bara eitt atkvæði. Og dæmi af orðinu misskilningur, þar er það bara skil, að skilja, sem geymir merkinguna. Þannig að rótin er skil. Forskeyti er bætt framan við rótina, fyrir framan rótina. Er oft stutt en getur verið 2 atkvæði. Forskeytið hefur ekki sjálfstæða merkingu en það breytir merkingu rótarinnar. Eins og misskil er augljóslega ekki það sama og að skilja. En mis er þá forskeytið framan á rótina skil. Viðskeyti kemur aftan við rótina. Stundum hafa orð forskeyti og viðskeyti, en orð hafa alltaf rót. Við verðum að muna rótin er alltaf forskeyti stundum, viðskeyti stundum og stundum er þetta allt þrennt í sama orðinu, eins og í dæminu hérna hjá okkur, misskilning, þar er ning viðskeytið. Smá upprifjun, hvað er málsháttur? Málsháttur er heil málsgrein sem felur í sér fullyrðingu, skilaboð, jafnvel lífsspeki. Málsháttur getur staðið einn og skilst án annars samhengis. Málshættir koma oft úr fornum bókmenntum eða eiga uppruna í gamalli sögu. Maður er manns gaman er dæmi málshátt sem segir okkur hversu mikilvægt það er að vera í góðum samskiptum við annað fólk. Margur verður af aurum api er málsháttur sem er oft notaður til að lýsa því hvað fólk sem á mjög mikið af peningum hagar sér stundum kjánalega. Orðatiltæki er ekki heil málsgrein, heldur fast samband nokkurra orða sem fá breytta merkingu frá þeirri bókstaflegu. Oft birtist myndmál eins og líkingar í orðatiltækjum. Orðtök geta verið fullmótaðar setningar sem fela í sér fullyrðingu en standa ekki algjörlega sjálfstæðar. Þær skiljast af samhenginu, segir Guðrún Kvaran í stuttri en mjög flottri grein á Vísindavefnum þar sem hún talar muninn á málsháttum og orðatiltækjum. Maðurinn hefur margt til brunns að bera. Að hafa eitthvað til brunns að bera er orðatiltæki. Það þýðir ekki það sem það segir beint að einhver sé að bera margt ofan í brunn, heldur þýðir það að maðurinn sem er verið að tala hafi marga góða eiginleika. Hér er yfirlit helstu skammstafanir sem þú þarft að nota í æfingunum í þessum kafla og ef þú vilt lesa meira efnið þá bendum við á Málvísi, Máli.is og aðrar kennslubækur í málfræði. Og að lokum er hér heimildaskrá og ég þakka sérstaklega Guðrúnu Kvaran fyrir skýra grein muninn á málsháttum og orðatiltækjum.